532. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 21. nóvember 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 4 mál á dagskrá fundarins en þau eru: Númer 1. Fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. nóvember. Númer 2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. nóvember. Númer 3. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 7. nóvember. Og númer 4. Fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. nóvember. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem undir seinni fundargerð bæjarráðs, 7. lið, þar sem til umræðu voru fundargerðir stjórnar Brunavörna Suðurnesja. Mér langaði að nota tækifærið og nefna nokkur atriði varðandi Brunavörna Suðurnesja. Það er svona nóg að gerast í þeim málum. Bærinn fer stækkandi og íbúum fjölgar og hérna eru ferðamenn út og suður. Mikið að gera og útköll hjá Brunavörna Suðurnesja hefur fjölgað gríðarlega á síðustu 2 árum og það er nánast að segja að hver nýr mánuður gerir það að verkum að met eru slegin og fjöldi útkalla eykst stöðugt. Mánaðarleg útköll eru núna farin að fara yfir 300 á mánuði sem hefur aldrei gerst í sögunni og það hefur verið aukið starfsmannahald og viðvera starfsmanna aukin verulega. En mér langar að nefna það líka hérna að stjórn hefur þegar ákveðið að kaupa nýjan bíl, slökkviliðsbíl, sem er auðvitað umtalsverð fjárfesting. En bíllinn mun koma til okkar á vormánuðum og hann hefur þegar verið greiddur. Og er hann greiddur úr rekstri og ekki tekið nein lán fyrir honum. Reksturinn hefur gengið mjög vel og mikið aðhald verið undir 3 árum og samstarfið innan stjórnar verið alveg til fyrirmyndar og það hefur tekist að gera hlutina þannig að hægt sé að borga bílinn beint úr rekstri. Annars sem ég vil nefna er að stjórn ákvað nýlega að fara í útboð á byggingu nýrrar slökkvistöðvar sem verður við Aðalgötu, efst á Aðalgötunni og það hefur verið ákveðið að fara með það í gegnum ríkiskaup og við hafa alútboð og vonir standa til að þetta verk verði boðið út í byrjun janúar. Hugmyndin var nú að bjóða þetta út fyrr en verkfræðiteikningar þeim hefur seinkað og þar af leiðandi að þá þurftum við að fresta útboðinu en stefnt er að því að það verði í janúarmánuði. Þetta eru miklar breytingar fyrir Brunavörna Suðurnesja og flytja í nýtt hús í samstarfi við almannavarnir og hugsanlega fleiri aðra en spennandi tímar framundan með þetta og er bara gleðilegt að sjá það að hlutirnir hafa verið að ganga vel. Þess má líka geta að tækjakostur Brunavarna hefur verið endurnýjað töluvert á síðustu 2 árum og hefur verið ríkt mikil ánægja með það. Brunavörna Suðurnesja standa sér vel, það er vel staðið að málum, það er vel hugað að menntun slökkviliðsmanna og sjúkraflutningsmanna og hingað koma slökkvilið öllu landinu til að sækja menntun og námskeið sem haldin eru hérna. Kostnaður slökkviliðsins hérna með íbúafjölda er eitt sá lægsti á Íslandi fyrir atvinnuslökkvilið, þannig að það hefur haldið saman að vera góður rekstur og ganga vel. Ég vildi segja frá þessu og óska þeim til hamingju með það. Böðvar Jónsson.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þess að taka hér til máls undir sömu fundargerð en máli 2, þar sem við vorum að ganga frá breytingu á fasteignum Reykjanesbæjar og færa eignasafnið yfir í almennar íbúðir, húsnæðis sjálfseignarstofnun. Þetta nú eitt af þeim málum sem að við sjálfstæðismenn bentum nú á hér á sínum tíma þegar vorum að ræða skuldavanda sveitarfélagsins og það er jákvætt að þetta hafi orðið að veruleika og sé búið. Auðvitað ekki búið að eyða þessum skuldum með neinum hætti, heldur búið að færa þær út úr reikningum sveitarfélagsins og í sjálfu sér það mjög eðlilegt að það sé gert. Við horfum til þess í samanburði sveitarfélaga þar sem eru sveitarfélög eins og við og Reykjavík sem eru hlutfallslega með margar félagslegar íbúðir á móti sveitarfélögum eins og Garðabæ og Seltjarnarnes þar sem eru mjög fáar félagslegar íbúðir. Og þess vegna það óeðlilegt í samanburði sveitarfélaga að skuldir vegna þessara fasteigna séu inn í reikningum sveitarsjóðs og inn í samstæðinni. Og þetta var svona liður í því sem var eðlilegt að gera breytingum á uppsetningu ásetnings hjá okkur og verið að gera núna með fjárhagsáætlun sem við fórum yfir hér á síðasta fundi og fjárhagsáætlun til næstu 4 ára þar sem að þessar skuldir eru þá færðar út og það er jákvætt að þetta skref sé stigið, þessi verið að klára þetta og þessi þáttur sé þá komin út úr efnahagsreikningi bæjarsjóðs. Það er ekki fleiri sem að hafa kastað ljós. Gunnar Þórðarson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, af því hér bara að koma hjá Böðvari þessi breyting á fasteignum, félagslegum fasteignum, að þá vil ég taka fram að það er auðvitað þannig að á síðasta kjörtímabili var þetta ekki hægt að færa þetta yfir í þetta fyrirbæri sem við erum núna að fara inn í. Það er ekki fyrir inn á þessu ári sem að okkur gefst tækifæri til þess í raun og veru að koma þess í kring, sem af hinu góða auðvitað. Það get ég svo sem alveg samþykkt, en þetta var hreinlega ekki hægt fyrir en núna, því miður. Tek alveg undir það að þetta er jákvætt spor. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós sem fundargerð bæjarráðs. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Það eru samþykktar 11:0. Þá er komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. nóvember og áður en ég gef orðið laust fundargerðina þá ætla ég að nefna það að við þurfum að greiða atkvæði sérstaklega lið númer 22, 23, 24, 25 og 26. Orðið laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta lið númer 22 eru beðnir að gefa merki. Já, liður 22 varðar Víkurbraut 21-23. Það er aðalskipulagsbreyting sem að arkitektar fyrir hönd lóðar hafa setið fram minniháttar breytingu að aðalskipulagi vegna Víkurbrauta 21-23. Ráðið veitir heimild til að auglýsa breytinguna. Umhverfis- og skipulagsráð óskar eftir að framkvæmdaraðili haldi opinn kynningafund. Liður 23 er síðan deiliskipulagsbreyting í framhald af þessum lið. Liður 24 varðar Dalsbraut 3-5 og það er deiliskipulagsbreyting þar sem að KR Ark leggur fram deiliskipulagsbreytingu vegna Dalsbrauta 3-5 og það er samþykkt samkvæmt ráðinu að auglýsa tillöguna. Númer 25 er Stapabraut 21. Það er leiðrétt deiliskipulag eftir ábendinga frá skipulagsstofnun. Númer 26 er Framnesvegur 11. Þar er
eru Yes arkitektar óska eftir fyrir hönd lóðahafa að setja fram deiliskipulagstillögu framleiðslu 11 og það samþykkt að auglýsa tillöguna og óska eftir að það veri haldinn opinn kynningarfundur eins og í hinu tilvillinu. Þarna að ræða gömlu sundmiðstöðina væntanlega. Bara að spyrja eiginlega sko, í þessum tilvillinu að við erum bara að samþykkja auglýsingu. Já. Og síðan væntanlega á málið eftir að koma fyrir aftur. Erum við í raun að samþykkja það fyrir okkar leið? Já. Þessum erum við að samþykkja það sérstaklega. Ok. Ef það kemur athugasemd þá fer málið aftur til ráðsins. Nú, þeir sem geta samþykkt lið númer 22 Kristinn Jakobsson ætlar að greiða atkvæði. Það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 23 eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 24 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 25 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 26 eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að fundargerð Íþrótta- og tómstaráðs frá 7. nóvember. Orðulaust. Ingigerður Sæmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir öðrum lið fundargerðarinnar sem fjallar aukinn þjálfarastyrk til Íþróttabandalags Reykjanesbæjar. Félögin sem fá þennan styrk eru öll fyrirmyndafélög vottuð af Íþróttasambandi Íslands og ég ætla bara að hrósa ráðinu fyrir að leggja til að styrkurinn verði hækkaður þrátt fyrir að hann verði ekki 30 milljónir eins og bandalagið óskað eftir. Jafnframt er mikilvægt að benda á í þessu samhengi að bandalagið sjálft hefur ekki á að skipa starfsmanni eða framkvæmdastjóri eins og flest önnur íþróttabandalag eða hérasambönd á landinu. Það þarf að hlúa bandalaginu og starfsemi þess og hugsa til framtíðar. Íþróttastarfsemi byggist á frjálsu framtaki íbúa og með aðkomu sveitarfélagsins og það er því mikilvægt að styrkja starfsgrundvöll íþróttasamtaka og íþróttafélag enn frekar. Grunnur þarf að vera góður til að halda uppi metnaðarfullu starfi og við getum gert enn betur og þurfum að gera enn betur. Og í 7. lið fundargerðarinnar er fjallað hvatagreiðslur 2017 og hvernig þær skiptast milli íþrótta- og tómstundafélaga. Það er ánægjulegt að sjá ráðið velta fyrir sér hvert og hvort þessir fjármunir að skilast í barna og þannig eru mikilvægar upplýsingar. Hvatagreiðslan eða niðurgreiðslan á viðurkenndu íþrótta-, tómstunda- og listgreinastarfi og þar með talin tónlistarnám, líkamsrækt og hvers konar námskeið fyrir grunnskólanemendur. En í Reykjanesbæ eru 2360 grunnskólanemendur og einungis 1200 njóta hvatagreiðsla. Er það eðlilegt? Eflaust er einhverjir sem velja það að sækja ekki styrkinn og aðrir sem ekki vita af honum og þetta þarf að skoða betur og eftir lestur fundargerðarinnar vakna fleiri spurningar hvað börnin eru yfir daginn þegar skóla lýkur. Vonandi mun ráðið og bæjarstjórn rýna enn frekar þessar tölur og afla meiri gagna til að vinna frekar með. Það þarf nefnilega ekki að leita langt til að finna rannsóknir sem styðja við að þátttaka barna og unglinga í skipulegum tómstundum dregur úr líkum á áhættuhegðun og því töluvert forvarnagildi. Foreldrar geta leitast við að beina unglingum sínum og börnum í átt að íþróttum og reynt að halda þeim að sem flestum skipulegum tómstundum til þess að draga úr líkum á áhættuhegðun. Og að lokum, það eru 508 innflytjendur í grunnskólum í Reykjanesbæ en einungis 20% af þeim hóps sótti styrkinn eða 120 börn. Það er of lítið hlutfall. Takk fyrir þetta Ingigerður og mér langar að nefna það hér að þetta eru fínar ábendingar sem að koma þarna fram og tölur sem að koma þarna fram og þessar tölur hvetja okkur til þess að gera betur. Það er bara þannig. Það er
þetta svolítið snúið fyrir þá sem að tala ekki íslensku að fara inn á Mitt Reykjanes og sækja sér hvatagreiðslur þegar að Mitt Reykjanes bara á íslensku. Þarna þurfum við að skoða einhverjar þar aðferðir sem að geta auðveldað fólki af erlendu bergi að sækja þessa þjónustu sem við viljum að sé boðið upp á. Ég minnist þess að hér voru í starfi starfsmenn sem að töluðu pólsku og hjálpuðu verulega til, og ég held að við þurfum að kannski skoða eitthvað slíkt til þess að reyna að fá þessi börn okkar sem eru orðin hluti af okkar samfélagi til þess að verða þáttakendur í samfélaginu. Það er bara bráðnauðsynlegt og hefur bara mikla þýðingu til framtíðar. En forseti gleymdi eða láðist að geta þess að ég mun leggja til að lið númer 4 verði vísað til Bæjarás. Þarna er verið að leggja til breytingu frá 16 ára upp í 18 ára og það er rétt að það fari til umfjöllunar inn í bæjarráðið. Orðið er laust. Bæjarstjórinn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, út af þessar umræðu þá get ég upplýst að við erum í viðræðum við þá sem að reka vefinn Mitt Reykjanes breytingar á honum, af því að umsókn hvatagreiðslu þarf að fara þar í gegn eins og hér kom fram og hann er einungis á íslensku. Við erum í viðræðum við þá rekstraraðila að hafa hluta eða allan vefinn eftir í hvernig það spilast úr því á ensku og einu öðru tungumál, líklegast pólsku. En ég held að svona heilt yfir þá þurfum við að taka þennan veruleika sem að við erum í, og ég ætla ekki að segja að sé að koma heldur, við erum bara í honum miðjum núna og það verður þannig ókomin ár ef að allar spár og aukna flugumferð og annað ganga eftir, að Reykjanesbær er náttúrulega fyrir löngu orðin fjölþjóðlegt samfélag og við þurfum að bara átta okkur á því og fara að undirbúa okkur og taka kannski enn fastar á þeim málum öllum heldur við höfum gert til þessa. Og það er að mörg að hyggja. Þetta er bara ein lítil birtingamynd af því sem við þurfum að gera. Það er að segja að börn af tvítyngdum heimilum eða erlendum heimilum hér í okkar sveitarfélagi eru ekki að sækja skipulagt íþrótt- og tómstundastarf í eins ríkum mæli og okkar börn, og heldur ekki í frístundaskólan, og það eru marga birtingamyndir á þessu. Og á sama tíma að segja allir sem að hafa reynsluna að það skiptir mestu máli í þessu að auðvelda fólki aðlögun að nýjum heimkynnum og nýju landi. Það er að setja fókusinn á börnin og einbeita sér að því að hjálpa þeim að aðlagast og að ná tengslu við samfélagið kring sig. Þannig að það er að mjög mörg að hyggja. Annar vinkill í þessu máli er að fyrirtækin eins og ég hef talað held ég úr þessu ræðustóli að við ykkur ágætu bæjarfulltrúar er að það er sótt stíft á okkur núna að útvega lóðir og fyrir byggingar sem að verktaka fyrirtæki og þau fyrirtæki sem að er að sjá fyrir sér að fara að flytja inn vinnuafl erlendis frá, vantar heimkynni fyrir fólk, ýmist tímabundið eða jafnvel til lengri tíma, og við þurfum að móta okkur stefnu í því og skipuleggja þetta í samvinnu væntanlega við hin sveitarfélögin. Þannig að það eru ýmsar birtingamyndir á þessu stóra máli og það er ekki ástæðulausu að í sumum ríkjum Evrópu til dæmis að þar eru sérstök ráðuneyti utan þennan málaflokk sem heita ráðherrar innflytjendamála eða eitthvað slíkt. Það er þegar málaflokkurinn orðið það viðamikill og stór og áríðandi, skulum við segja, fyrir viðkomandi þjóð eða land eða sveitarfélagi eins og í okkar tilfelli, þá eru menn farnir að setja fókus á hann. Ég held að sú stund sé bara að renna upp hjá okkur og kannski er hann löngu komin. Við þurfum að setja fókus á þennan málaflokk. Hvernig við gerum það? Ég ætla ekki að tjá mig það núna.
en hann þarf að fá aukna athygli. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek heils hugar undir það og hef reynslu af því á erlendri grund að börnin mín hafa tekið þátt í dómstafsstarfi og það er talin og ég bara þekki það í einn skynni að það er mjög góð leið til þess að bara verða hluti af samfélaginu. Að börnin fari í íþróttir, kórastarf, leikfélag eða eitthvað slíkt og taki þátt í samfélaginu. Og ég held að við eigum að leggja svolítið meiri áherslu á það hér í bæ vegna fjölda erlendra barna barna af erlendu bergi brotnu. Bæði er það félagslega verða sterkari með því. Þau læra íslenskuna kannski aðeins fyrr og ég held að sé ekkert annað en gott við það. En ástæðan sem ég kem hér upp er aðalega út af 7. lið íþrótta- og dómstólaráðs. Það er að segja bókun sem er þar vegna þess að íþrótta- og dómstólafulltrúi skýrði, ég ætla að lesa hann upp, frá tóbaksnotkun tóbakskönnun Samsuð sem fór fram 1. nóvember síðastliðinn. Og niðurstaðan könnunar sýndi að alls seldu 11 sölustaðir af 23 á Suðurnesjum tóbak sem þýðir að tæplega 48 sölustaðir seldu ungmennum tóbak. Gleðilegu tíðindin eru á hinn bóginn að dagana 30. október til 3. nóvember fór fram könnun hvort ungmenni gætu keypt bjór í vínbúðum á Suðurnesjum. Og það er skemmst frá því að segja að ekkert ungmennina fékk afgreiðslu. Það vantar þarna könnun á áfengis eða á skemmtistöðum. Þá held ég að þetta myndi snúa svolítið öðruvísi við. Þannig að það eru bara því miður allt og margir veitingastaðir sem að ungmenni í Reykjanesbæ sækja og fá afgreiðslu langt undir aldri. Allt niður í 15-16 ára. Og það vantar í þessa könnun, hún er góð könnun og þetta er fréttefni. Hún var gerð skil í víkurréttum á vefnum og í blaðinu sem er jákvætt en það þarf að fara og skoða hvort það sé hægt að stemma stigu við þessari áfengissölu á skemmtistöðum. Ég vildi bara koma þess að. Gunnar Þórðarsson. Virðulegur bæjarfulltrúi, bæjarstjóri og gestur. Mér langaði aðeins að koma hérna að 5. máli sem er yfirlit yfir minnisblað frá Hirti og Helgu Maríu frá hagdeildinni. Mjög góð skýrsla og ég vil þakka þeim fyrir þetta. Það sem að kemur fram að það er aðeins liðlega helmingurinn af þeim börnum sem að eiga rétt á hvatagreiðslum að sækja eftir þessu. Liðlega er kannski óveist, mér sýnist að séu 1200 manns sem að krakkar sem hafa sótt þetta en allir íbúafjöldin sé ekki orðin eða þessi hópur sé ekki orðin svona 2400 manns eða krakkar. Nú ég tek alveg undir það sem hér hefur komið fram og hefur talað fyrir því að við þurfum að gera eitthvað í sambandi við þá sem að tala ekki íslenskuna. Þau hafa afskaplega lítið sótt í þetta, einfaldlega vegna þess, og ég hef spurst fyrir það, hjá þeim sem að til dæmis eiga pólsbörn, að þau bara hafa ekki hugmynd þetta. Ekki hugmynd. Og til þess að ná til þess að fólks að þá verðum við að gera eitthvað til þess að ná til þeirra. Við þurfum að setja á síðu okkar einhver text á pólsku til þess að ná í þetta fólk. Þau eiga fullan rétt á þessu og eins og aðrir
og mundi bæta mjög hag þessa fólks. Það er að segja ekki bara fjölskyldunar, heldur líka krakkana, sérstaklega. Þetta kostar auðvitað peninga. Við erum búin að samþykkja það að hafa þessa hvatagreiðslur til staðar og þær eiga að hvetja til þess að fólk stundi íþróttir eða tónstundir aðrar eða tónlistarnám, dans og svo framvegis. Og þar eigum við ekkert að sjá eftir peningunum ef að þeir verða til þess að krakkarnir njóti þessara gæða sem við erum að bjóða upp á. Annaðhvort út í bæ einstaklingar eða við sjálf, eins og tónlistarskólinn. Við erum auðvitað að berjast við það að ná niður skuldum, reka bæinn betur og ná einhverjum árangri í því. Auðvitað framtíðin óviss og við vitum svo sem ekkert þó að vel gangi í dag hvað gerist á næstu grösum. Það getur alveg snúist dæmi við, þannig að við þurfum auðvitað að passa okkur á því að lenda ekki í því að fara út í eitthvað slag, kannski get ég að kalla kosningaslag eða eitthvað svoleiðis í þessu. Við þurfum að passa okkur á því að það er auðvitað þannig að það þarf aðhaldssemi. Við þurfum að hafa aðhald og þess vegna leyfum við mér að efast að það sé eðlilegt að hækka þennan aldur, þó ég sé svo sem ekkert á móti því og að þessi krakkar á aldrinum 16 til 18 ára stundi íþróttir eða gera eitthvað annað. Ég held að þessi hópur þurfi í raun og veru ekki mikla hvatningu og giska á að það muni ekki breyta miklu þó við setjum þetta á laggirnar. En það er miklu þýðingameira að við einbeitum okkur að yngri hópnum og reynum að ná til þeirra. Það mun kosta ykkur útgjöld en það er ákveðið réttlæti fólki í því að þau fá að njóta þess. Orðalaust. Það er ekki fleiri sem hafa hvað sér ljós en ég minni á að forseti leggur til að þessi liður sem hér var verið að ræða hann fari til umfjöllunar í bæjarráði. Það er auðvitað fjárhagsleg skuldbinding í þessari breytingu sem ekki var hér til fyrir umræðu fjárhagsáætlunar. Þeir sem samþykkt geta það að fjórði liður fari til bæjarráðs. Það er samþykkt 11.0. Þeir sem samþykkt geta fundargerð af öðru leyti. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember síðastliðinn. Orðið laust. Haldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Kem hérna undir bara fundargerðinni sem er svona þakkargjörð stórun hluta. Getum til dæmis byrjað á að óska forseta til hamingju með súluna, forseta og félögum hans. Vel að því komnir, búin að stýra þessu verkefni með blik í auga í fjöldamörg ár. Og svo eru líka önnur verkefni sem er vert að þakka fyrir. Það er bráðskemmtilega barnasýning sem er hjá leikfélaginu. Ég veit ekki hvort hún er búin. En ef það er ekki hægt að sýna þetta þá verð ég að hvetja alla til að fara á þetta. Þetta er alveg stórkostleg sýning. Hvernig sem á það er litið, það er svona Gunnar Helgason leikstýrir í þessu en það er ekki síður bara leikfélagið og kraftarnir sem eru í því sem fá að njóta sín alveg sérstaklega í mjög
endurbættri útgáfu af þessu leikriti. Þannig að ég hvet alla til að fara á þetta. Svo hefur verið yfirstandandi hljómahöll, mjög skemmtileg tónleikaröð sem kallast Trúnó og þá eru fengnir listamenn hérðan og þaðan. Svona, hvað hefur nefna, Eyþór Ingi Múkisson, Amapa Dama, Úlfur er á næstunni, Moses Hightower. Þetta eru svona hljómsveitir sem að koma öllu jafni ekki svona í heimsókn til okkar en koma núna í Bergið og eru á Trúnó með okkur vegna þess að Bergið er svona lítill og hugulegur tónleikasalur og sumir þeirra sem hafa komið að segja að þetta sé besti uppáhalds tónleikasalur þeirra núna. Og á næsta ári þá ætlum við að endurskoða menningarstefnu Reykjanesbæjar sem er mjög viðeigandi því að það er fullt af verkefnum, afmælisverkefnum, þarna bókasafni verður 60 ára, byggðasafni 40 ára, listasafni 15 ára. Og eins og hefur verið með verkefni verndarsvæðið byggð, þá viljum við náttúrulega hvetja alla bæjarbúa til að taka þátt í þessu og vera með. Takk fyrir þetta, Baldur. Það er greinilega mikið að gerast á mörgum sviðum í Reykjanesbæ, ekki bara í uppbyggingunni hér, heldur líka í menningar og tónlistarmálum. En orðið laust þessa fundargerð. Það er ekki fleiri sem kveða sér ljós hana. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningarás frá 9. nóvember eru beðnir að gefa merki. Nú en þá er dagskrá tæmd og við munum gera hlé á fundinum þar til á meðan að gengiði frá fundargerð. Forseti, fundargerð 530. annars fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn Tjarnargötu 12, 21. nóvember kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elínrós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristín Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, það eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar, til máls tóku Friðjón Einarsson, Böðvar Jónsson og Gunnar Þórarinsson, fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál, að fundargerð umhverfis skipulagsráð frá 14. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. 20. og annar liður fundargerðina Víkurbraut 21-23 aðalskipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. 23. liður fundargerðina Víkurbraut 21 og 23 deiliskipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. 24. liður fundargerðina Dalsbraut 3-5 deiliskipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. 25. liður fundargerðina Stapabraut 21 leiðrétt deiliskipulag var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. 27. liður fundargerðina Framnesvegur 11 tillaga að deiliskipulagi var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt að öðru leyti með 11:0 án umræðu. Þriðja mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 7. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, til máls tóku Ingigerður Sæmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Kristín Þór Jakobsson og Gunnar Þórarinsson. Fjórði liður fundargerðarinnar, fjárhagsáætlun IT 2018, var vísað til bæjarráðs með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11:0 öðru leyti. Fjórða mál, fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, til máls tók Baldur Guðmundsson, fundargerðin samþykkt 11:0 án umræðu. Fleiri er ekki gert. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt með 11 atkvæðum, 500 fundargerðin verður því undirrituð og 530 fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.